Ásmundur Friðriksson alþingismaður hefur fengið að finna fyrir samfélagsmiðlum síðustu daga eftir að hann greiddi atkvæði gegn kjarabótum öryrkja og aldraðra. Í viðtali við Víkurfréttir segir Ásmundur að honum líði eins og það sé búið að berja úr honum lífið. Tókum viðtal við kappann í síðustu viku þar sem farið var víðan völl. Hann stendur meðal annars í bókaútgáfu fyrir þessi jól og hana verður fjallað í þætti okkar núna á fimmtudaginn en einnig slæma stöðu Suðurnesjamanna á Alþingi. Hér á eftir birtum við kafla úr viðtalinu þar sem Ásmundur talar það sem gekk á í liðinni viku. Talandi pólitíkina, það var uppi fótur og fyrir núna á Alþingi varðandi málefni öryrkja. Og það er út að segja að þú hefur aðeins lent í smá skammti þar eða miðað við samfélagsmiðlana. Hvað getur þú sagt okkur um það? Ég hugsa að mér líði núna svona 3 dögum eftir þetta fór allt í gang svona svipað þessu landinu okkur fallega þegar veðurhamurinn gekk yfir núna mándaginn var og veðri landið með 70 til 80 km hraða og það er svona að landi lífið úr því í smá stund og mér líður svolítið núna að það er búið að svona berja með lífið og mér líður þannig að ég er tómur innan og þegar maður kom ég út fyrir á það þá fannst maður einhvern veginn allir horfði á mann en auðvitað var ekki svo en það er bara djöfuleg upplifun að lenda í því að fólk ráðist svona með miklu offórsi á mann vegna þess að þó að auðvitað hafi einhver áhrif á mann eðlilega maður er ekki gerður úr bara járni maður er bara mannlegur en verst er það upplifun fyrir fjölskylduna eiginkonuna og börnin og aldraðan föður og bræður mína, þannig að það er svona sem að tekur mig þyngst að fjölskyldan mín er bogin yfir þessu og maður verður auðvitað svona veltaði fyrir sér að því að þegar maður situr í þinginu alla daga að þá verður auðvitað endalaust að eiga hvort við annað þingmenn og skiptast á skoðunum. Við höfum misjafna lífsskoðun og það er heilbrigt að við höfum okkar lífsskoðun og þá er það heilbrigt ef við erum ekki með sömu lífskoðun að okkur greini á og mér finnst það svo umræði þinginu sér mjög heiðarleg, nánast undantekningarlítið en út í samfélaginu að þá er það alveg leyfilegt að svona bara sem segir það bara íslensku að drulla yfir menn og ekki yfir hvað þeir segja heldur bara fyrir hvað þeir standa og hvað þeir eru og menn fara bara í gröft í gömul mál og draga upp alls konar skítalikt sem að enginn var fann að finna lengur og það tekur á manni af því að það er nú auðvitað þannig að maður er að reyna að gera sitt besta og meðan maður telur sig vel að gera það þá er neistinn og krafturinn í manni en mér finnst sko að þessi 2 síðustu dagar hafi verið helvítið þungir en það bara kemur upp sól á mándaginn og þá mætir maður eldsbrekkur og heldur sínu striki og þetta segir mér líka það Palli að það mikilvægast í lífinu að það er að segja alltaf sannleikann af því ef þú segir alltaf sannleikann þá þarf ekki muna hvað þú sagðir og líka hitt að maður þarf bara að standa við eigin sannfæringu og það er alveg sama hvað dynur að ef þú gerur það að þá ertu bara sáttur þínu hjarta og getur bara borið þig kynræðalaust hvar sem er en mönnum verður á mistök ég er ekki óskeikull en mér finnst líka gott að viðurkenna að ég gerir mistök og ég ætla að bæta fyrir það ef ég hef gert mistök ég kannski ekki að segja að mitt atkvæði hefði eitthvað breytt miklu þó ég hefði sagt annað eins og atkvæðagreiðslu mikilvægast er kannski vinna sem ég var búin að vinna á undan sem að auðvitað fólki í landinu kannski veit ekkert en ég mun halda því áfram af því að vissulega er það verkefnið að bæta kjörsafólks. Það er ekki spurning. Það er alveg að gera. Það er búið skammað mikið á Facebook og samfélagsmiðlunum og þú hefur fengið óhróður í tölvupósti og hringingar og annað. Hvað getur þú gert núna? Ætlarðu bara að leggja þetta til hliðar eða hvað viltu segja? Ég vil bara segja það að ég held að í svona litlu samfélagi eins og Íslandi er að við þurfum auðvitað að reyna að lifa í sátt og samlyndi. Við þurfum almennt
í þinginu og víðar, við þurfum að taka virkari þátt í samkomulagi um stóra hluti. Við þurfum að vinna saman að stefnumótun fyrir framtíðina. Við þurfum að afgreiða stór mál í sameiningu. Og fiskveiðistjórnarfrumvarpið, náttúruverndarlögin eins og gert það var mjög gott dæmi samstarf. Og hluti sem snúa umhverfisvernd og öðru slíku, við þurfum að vinna saman í þessu. Ég fór nú í hálfa mánuð til Sameinuðu þjóðanna núna í haust og þar kom í ljós að þar eru menn að landa þessum markmiðum sem eru að vinna núna í París, þessum 17 markmiðum sem er svona lykillinn á framtíðinni, að þarna sko bara 193 þjóðir ná saman þessa hluti. En við erum bara 300.000 með 63 þingmenn. Við þurfum að vinna líka svolítið svona vegna þess að ef menn ætla að tróða einhverjum svona lögum í gegn á yfir þingi sem er svona felldir á næsta þingi, að það er ekki það land sem við viljum búa í. Við þurfum að búa við stöðugleika og þá þurfum við að gera víðtækt samráð og samkomulag fiskveiðistjórnarkerfið til þess sem að lifir af margar ríkisstjórnir. Það er svona alvöru grundvöllur til að byggja á sko. En það er líka verið þá grundvöllur sem allir verið ekki sáttir með, en þá fá allir eitthvað en engin allt. Hefði þetta öryrkjamál, fannst þér vanta eitthvað í þetta? Vantaði eitthvað meiri undirbúning hjá ykkur eða ríkisstjórninni eða hvernig, þetta er svolítið sérstakt hvernig þetta kemur? Já sko, ég held að verð að segja þá eins og að það er búið að gera margt mjög gott fyrir þennan hóp og hækka bætur mjög mikið og að því að sko, maður veit að það þýðir ekki að tala í prósentum og súluritum sko, það bara gengur ekki lengur. En samt verður að halda einn að taka, það er búið að gera mjög mikið og bæta í. En þetta mál í rauninni, það snerist miklu meira prinsip. Það snerist bara það að þegar kjaradómur felldi úrskurðun laun þingmanna og þeir fengu afturgreitt 5-6 mánuði, að þá vildi bara þetta fólk í samfélaginu fá bara sambærilegar kjarabætur aftur í tímann. Það var ekki endilega að biðja hærri kjarabætur, það vildi bara fá þetta sama. Og þó að lögin almannatryggingar segja annað, 63. greinin, að þá var þetta bara málið. Og ég held bara að það hafi bara verið taktísk mistök í okkur að hlusta ekki á þetta. Og þess vegna finnst mér, og ég nú bara þannig að mér finnst bara rosalega einfalt að spóla þetta tilbaka og segja við þurfum bara að komast að næsta aftur og byrja bara okkur nýtt og sjá hvort þau getur ekki fundið leið. Og við ætlum að hækka launin þeirra núna, eða bæta þetta 9,7% áramótin, sem er svo hluti af hækkunum sem var í sumar. Og ég segi þá bara, er þá ekki bara málið að við tökum bara hluti af þessu 9,7 og borgum það frá 1. júní og þá er það prósentulækkun aðeins lægri áramótin. Þannig að það þarf alltaf að reyna að finna lausnirnar, en ekki alltaf að setjast bara upp í vegg og segja við ætlum ekki að gera neitt. Þannig ég er svolítið fyrir það og hef alltaf verið fyrir það að finna lausnir sem að svona, að við þurfum líka að hugsa það að skapa frið í samfélaginu. Og ekki sístur en hóp sko, sem hefur það verst af öllum. Og ég er ofta að snúast í kringum þessu hópa og hef svona haft það lífsmotto í síðustu 10 árin að þakka fyrir það nýja líf sem ég eignaðist á fyrir 10 árum síðan þegar ég hætti að drekka brennivín og hef lagt töluvert af mörkum síðan og mér auðvitað svíður að sjá hvernig þessu fólki líður oft og þess vegna var öll þessi læti mér miklu erfiðari heldur en kannski öðrum í sömu sporum vegna þess að ég er bara svona nátengdur þessu fólki. Formað þroskahjálpar á Suðurnesjum. Gleymdu því ekki, drottinn minn dýri sko. Og ég bara hugsaði mitt fólk og hvað ég hafði brugðist í. Og ég ætla bara ekki að gera aftur. Það er alveg á hreinu.